Komið þið sæl. Það var suðlæg átt hjá okkur í dag, líkt og í gær og í dag fengum við í fyrsta sinn á árinu að sjá hita fara yfir 20 stig á Norðurlandi. Fór hæst í tæp 22 stig á bæði á Húsavík og á Mánárbakka. En það var nú töluveri blástur í þessu ennþá allan hér vestan til á landinu. En við erum með lægðir hér, tvær lægðir vestur og suður af landi og svona vindasviðið að veikjast aldrei til morguns. Við sjáum að lægðina svo sem hreyfa sinni og ekki íkja langt og staðan verður svona heilt yfir mjög svipuð á morgun. Það er þess að suðaustlæg eða austlæg átt en þó sjáum við það gliðnar á milli þrýstilína og verður nú svona rólegra veður hjá okkur á morgun. Og hvað var þar hitasviðið að þá verður svona hiti í dálitlu hámarki. Hvað var það næstu daga? Í dag ekki að sjá að við séum að fá álíka toppa á næstu dögum, ekki nema að spáin breytist á eitthvað, en við verðum þó áfram í sæmilega mildu lofti. Og ef við lítum hér aðeins nær, þá voru alveg bjartir kaflar í þessu bæði norðan og vestanlands, en verið svona regna á köflum allan á suðaustur og austurlandi. Og ef við keyrum hreyfimyndina fram til morguns þá sjáum við að staðan er svo sem ekki ýkja mikið að breytast. Það getur þó gerst sérstaklega seinnipartinn á morgun og við fáum að verða bjart veður hér vestanlands allan að fyrirpart dags nokkuð víða, en það getur síðan gert síðdegisskúrir svona þegar fara að halla að kveldi. En að öðru leyti litla breytingar og staðan klukkan 14 á morgun verður hæsarleið. Það eru bara mjög svo heiðarlegar hitatölur bæði vestan og norðan til á landinu, þó við séum svona minni líkur til þess að það fari yfir 20 stigin. En við ættum að fá njóta sólar nokkuð víða bæði vestan og norðan til, en áfram verður nokkuð þungbúið hér suðaustan til og getur nú ringt eitthvað lítilega þar á köflum. Og eins og áður sagði, spákortin ekki að ráð fyrir það geti gert síðdegisskúrir hér á vestan til á landinu og þá einhverjum í innsveitum. Og ef við sjáum síðan framhaldið hvað varðar næstu daga og keyrum þessar hreyfimynd, ekki ýkja mikið að breytast í þessu hjá okkur, hæglætis veður að mestu leyti. Og hér erum við stöðuna þá á mánudaginn klukkan 14 og við sjáum að hitatölurinn svona almennt séð á bilinu 10 til 15 stig. Getur verið sumstaðar svalara og út yfir norðurströndina því að það sem andar af hafi og það er einhverja líkur til þess að það verði þokuloft á ferð út yfir norðurströndina og jafnvel austurströndina líka á mánudaginn. Og skúraleiðingar, sérstaklega svona þegar líður á daginn hér vestan til á landinu. Í framhaldinu þá á þriðjudaginn þá ætlar að vera lægðadrag yfir landinu og viðbúið að það muni nú verða einhverja úrkoma að finna í flestum ef ekki öllum landshlutum, þó síst þá á Norðurlandi vestra. En vindur verður hægur og hitatölur svona frá 8 stigum upp í 15 og þó hlýjast inn til landsins. Og á miðvikudaginn þá ætlar að halda áfram svona róleg þetta tíð hjá okkur, ekki að sjá að vera mikil úrkomi í þessu á miðvikudaginn, en einhver þó sérstaklega á norðausturhorninu fyrirpart dags, en það getur nú fljótt breyst og hitatölur svona eins og við sjáum aðeins svalari. En lítum þá aðeins út í heim og byrjum í Evrópu og það er búið að vera afar hlýtt í Skandinavíu undanfarna daga og hér sjáum við að spáin er að gera ráð fyrir spáin norsku veðurstofan er að gera ráð fyrir 30 stiga hita í Þrándheimi á morgun og við sjáum nú ekki slíka hitatölu víða í Evrópu svona þegar við rennum yfir þetta enn nokkuð óstöðugt og jafnvel þrumuveður í Kaupmannahöfn á morgun og skúraleiðingar víða á ferð í álfunni. Og það er helst þegar við komum niður að Íberíuskaga við sjáum aftur 30 stiga hitan birtast í kortinu. Það er gert ráð fyrir því í Madrid á morgun og einnig náttúrulega síðist á Spáni 36 stiga hiti í Sevilla samkvæmt þessari spá. Ágætis veður heilt yfir á Kanaríeyjum á morgun og sólríkt svona að mestu leyti og hitatölur alveg á fínu reki. Og ef við förum síðan yfirferðina í Norður-Ameríku þá lægð hér yfir slettunum miklu og getur ringt mikið bæði Chicago og jafnvel Minneapolis og það úrkomukerfi getur verið að teygja sig nokkuð langt hér til suðausturs. En enda þetta hér á korti morgundagsins. Verið sæl.